Já, okkar maður, hvað þetta baka mikið ís, ég skil ekki okkur að byrja? Já. Velkomin á þennan 1287. fund bæjarstjórnar. Hann nú settur þann 22. janúar og fundinn sitja Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson, Elsa Lára Arnardóttir, Kristjana H. Ólafsdóttir, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir sem hér í hlutverki forseta og stýrir því fundi í dag, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir, Ólafur Adolfsson og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Hann einnig staðgengill bæjarstjóra í dag og vil ég senda Sævari Frey Þráinsdóttir, hugfélagar batakveðir frá bæjarstjóra. Hvað sagði? Dóttur! Þráinsinni, hugfélagar batakveðir hérna frá bæjarstjórn Akraness. Þá fyrsta mál á dagskrá, aðalskipulag í Skógahverfi, málsnúmer 19-01-203. Það breyting á aðalskipulagi. Lögð fram skipulagslýsing vegna breytingar á aðalskipulagi í Skógahverfi 3 og 4. 3. og 4. áfanga. Breytingin til svæða IB 13B íbúðabyggð og O09 og O012 opin svæði til sérstakra nota. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi skipulagslýsing verði auglýst til kynningar. Málið laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls þennan lið og þá ætla ég að bera þetta aðalskipulag í Skógahverfi upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefi merki og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Annar liður, númer 1901-005, það eru fundargerðir bæjarráðs frá 2019 og það fundargerð númer 3365 frá bæjarráði, dagsett 9. janúar 2019. Orðið laust. Og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fara hér yfir örfá liði úr fundargerð bæjarráðs frá 9. janúar, það svolítið dimmt hérna í ræðustól og bæjarfulltrúi ekki með gleraugun, þannig að takk kærlega fyrir Steinar Adolfsson að kveikja hér ljósin og ég ætla aðeins að fara yfir örfá liði hér úr fundargerð bæjarráðs. Þetta fundur 3365 frá 9. janúar síðastliðnum og fyrst það dagskrárliður númer 2 sem fjallar Bjarg íbúðafélag og samkomulag samstarf vegna útleigu. Á fundinn mættu Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjargs og Vilhjálmur Birgisson, annar varaforseti ASÍ og formar verkalýðsfélags Akraness. Þeir komu á fundinn og fóru yfir stöðu framkvæmda og ýmis atriði sem snúa að verkefninu sem í gangi hér á Akranessi og útskýrðu það fyrir bæjarráði, en bæjarráð hefur jafnframt talað það að muni fylgjast áfram með framgangi verkefnisins á meðan það í vinnslu. Þetta varðar 33 leiguíbúðir sem eru í byggingu hér í Aspaskógum, hér á Akranessi. Íbúðir sem eru byggðar upp á stofnframlagakerfi sem sett var á fót af ríkisstjórninni fyrir nokkrum árum. Samkvæmt þessu þá á greiðslubyrði einstaklinga sem þarna búa samkvæmt lögunum að vera 25% af heildartekjum viðkomandi einstaklinga, en í mörgum tilvikum talsvert flókið fyrir mörg íbúðarfélög sem að byggja leiguíbúðir að verða við þessu marki, þar sem að byggingakostnaður bara umtalsvert hár hér, en við vonum að þetta markmið náist og það mikilvægt að sé haft gott samráð við alla aðila hvað varðar byggingu sem þessa og það fyrirhugað að það verði flutt inn í fyrstu íbúðirnar í júní
ef ég man rétt samkvæmt því sem fram hefur komið, og að það séu 90 umsóknir. Ég reyndar hef ekki fundið nýjustu tölur umsóknir fyrir þessar 33 íbúðir, en síðustu tölur sem ég fann voru að vera það bil 90 umsóknir komnar 33 íbúðir. Liður númer 3 fjallar frístundamiðstöðuna á golfskólanum við Garðavöll. Þar kom Guðmundur Sigvaldason, framkvæmdastjóri golfklúbbsins Leynis, á fundinn og gaf bæjarráði ýmsa kynningu á stöðu framkvæmda og verðkönnun vegna veitingareksturs á nýju frístundahúsi á golfvellinum. Og mér langaði eiginlega bara að nota þetta tilefni hérna til að þakka Guðmundi Sigvaldasyni bara fyrir afar góða upplýsingagjöf til bæjarstjórnar Akraness stöðu framkvæmda, en hann hefur í hverju mánuði skilað mjög greinagóðri lýsingu á stöðu verkefnisins til bæjarstjórnar og það til fyrirmyndar, og mér langaði bara að nota þetta tækifæri hér. Dagskrárliður 4 varðar kauptilboð í húsnæði vegna Guðlaugar, en svo staðan núna að það búið að selja húsnæði sem var við Guðlaugu og því varð að finna nýtt húsnæði fyrir nýja starfsmannaaðstöðu, og á þessum fundi sínum samþykkti bæjarráð bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 13. desember tillögu að kaupa færanlegt mannvirki fyrir þessa starfsmannaaðstöðu og salernum við Guðlaugu, og fól bæjarstjóra úrvinnslu málsins, og þessi kaupsamningur þetta efni var lagður fram til samþykktar í bæjarráði að kaupa færanlegt húsnæði sem var í eigu golfklúbbsins Leynis að fjárhæð 6 milljónir króna. Húsnæði 5.750.000 og áætlaður flutningu 250.000, og þetta var samþykkt í bæjarráði. Næst það málefni númer 8. Það starfsemi sýslumannsins á Vesturlandi og Akranesi, þar sem þjónustustig embætti sýslumanns hér á Akranesi var mikið til umræðu og hefur verið bæði hjá fyrrverandi bæjarstjórn og jafnframt núverandi og inn í bæjarráði, þar sem við erum ört vaxandi samfélag og við viljum halda ákveðnu þjónustustigi hér á Skaganum. Bæjarráð fól bæjarstjóra að senda erindi til dómsmálaráðherra varðandi eflingu á starfsemi sýslumannsins á Akranesi, og við eigum von á því inn í bæjarráð á næstu fundum. Hvað varðar mál númer 9 þá það velferðarstefna Akranes, og ég man ekki hvort að þetta hafi komið hér áður til umræðu, en ég vil þakka öllum þeim sem tóku þátt í þessari miklu vinnu við velferðarstefnu Vesturlands fyrir þá vinnu, og það hefur komið fram núna að þann 28. janúar næstkomandi verði kynningarfundur á velferðarstefnunni í Tónbergi hérna hinum megin við götuna, sem Páll Brynjarsson, framkvæmdastjóri SSVAF, mun kynna þessi drög. Þangað verða allir hagsmunaaðilar boðaðir, og ég tel að það sé mjög mikilvægt að allir fái tækifæri til að sitja þennan fund, og við getum sendt góð skilaboð frá okkur hvað varðar samfélaginu hér og nærsamfélaginu þau atriði sem snúa að velferðarmálum. Og þarna eru atriði undir hvað varðar heilbrigðisstofnun okkar og Höfða og ýmsa aðra þjónustu. Það kom dagskrárliður númer 11 var frá Höfðavinum, og það var beðin stuðning, og bæjarráð samþykkti að veita stuðninga samtals 150.000 króna til Höfðavina. Þetta snýr að búa til betri aðstöðu fyrir fólk sem að koma inn á Höfða að deginum til. Þetta fólk sem að vinna sjálfboðavinnu og ætlar að gera góða hluti fyrir þá sem koma þarna inn á daginn og vantar ýmsa þjálfun eða afþreyingu. Síðan málefni númer 13, og ég vildi nú bara nota tækifærið hér og óska þeim Valdísi Þóru til hamingju með titilinn íþróttamaður ársins hér á Akranesi fyrir árið 2018, og einnig senda öllum þeim sem voru tilnefndir í kjörið
innilegar hamingjuóskir. Ég læt þetta duga að sinni. Já, takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og voruð þið laust. Og það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem hefur beðið orðið gjörsögu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Hér til umfjöllunar fundargerð bæjarráðs frá 9. janúar og formaður bæjarráðs fór yfir svona þá helstu þætti sem að kannski þarf að varpa ljósi á. En ég ætla hérna aðeins að taka undir eitt og annað með formanninum. Lið númer 2, Bjarg íbúafélag. Ég óskaði eftir því við formann bæjarráðs að fá fund með Vilhjálmi Birgissyni og forsvarsmönnum leigufélagsins Bjargs og það er alveg gild ástæða fyrir því. Umræðan hér í sveitarfélaginu var kannski svolítið neikvæð. Menn spyrja sig af hverju verkalýðsforystan kýs að fara þessa leið sem þeir eru að fara, það er að segja að kaupa að bæði erlent vinnuafl og byggja einingar erlendis, það er að segja þá með erlendu vinnuafli og flytja þær svo gott sem tilbúnar til Íslands, þannig að það var bara eftir að setja eitthvað saman og það verður þá líka gert með erlendu vinnuafli. Ekki það að umræðan snúist það að sé einhver mótþrói gagnvart erlendu vinnuafli, heldur snýst þetta kannski fyrst og fremst að því að þetta fyrirkomulag virkar þannig að leigufélagi Bjarg segir hér er lóðin og þetta eru peningarnir, hver er tilbúin að vera með? Og það eru upplýsingar sem að hann gaf okkur þarna á þessum fundi var ekki mikill vilji hér að hans sögn og við höfum þá bara hans orð fyrir því. En einhverjir verktakar hér eru þó að koma að verkinu með einum öðrum hætti. En umræðan kannski snýst svolítið fyrst og fremst það hvort að þetta erlenda vinnuafl sé að koma til Íslands á erlendum kjörum. Það er að segja að þeir eru ekki að fá borgað eins og íslenskir verkamenn. Og umræðan eru auðvitað rosalega neikvæð gagnvart verkalýðsforystunni að íslenski verkamenn eru bara orðnir of dýrir fyrir þá til þess að versla við. Og okkur var nú tjáð það á þessum fundi að íslensk fyrirtæki, stærstu verktakafyrirtækin á Íslandi eru að vinna 2 svona verkefnum í Reykjavík. En þá er líka svolítið varasamt að fara að bera saman Reykjavík og okkur. Kannski geta þeir boðið í svona verkefni í krafti sinna stærðar og okkar verktakar hér hafa hreinlega ekki bolmagn eða getu til þess að standa straum af svona verkefni. Ég vil svo sem þakka þeim fyrir þennan fund. Ég hefði viljað að Vilhjálmur Birgisson hefði setið lengur með okkur. Hann gat setið með okkur í 40 mínútur og var svo farinn á annan mikilvægan fund í höfuðborginni. En ég hefði viljað taka lengra samtal við hann og kannski bara eigum við bæjarráð kost á því að fá hann bara aftur til okkar og það eru kröftugur tímar framundan í samfélaginu og ég held að það sé bara gott fyrir okkur að vera með puttan á púlsinum og bjóða hann aftur inn á fund til okkar í bæjarráði og kannski fer fram á það hér með. Einnig vil ég bara nota þetta tækifæri og tala frístundamiðstöðuna
og hvetja þá sem að ekki eru búin að fara, hvort sem þeir séu hér í þessum sal eða út í bæ að hlusta. Það er opið þarna alla daga frá 10 til 6 og það er opið helgar, held ég bara hvort það sé frá 10 til 4 að mig minnir, og þarna er bara allum frjálst að koma og kíkja. Þarna er verið að vinna hörðum höndum við að ná endum saman og þeir svona eru mjög bjartsýnir á að geta opnað í maí, og ég hlakka bara til að gleðjast með ykkur og þeim á þessum degi þegar að því kemur. Annað mál sem ég hefði viljað nefna hér er starfsemi sýslumannsins. Þetta er einnig að minni beiðni að taka þetta mál upp og þakka ég fyrir það. Og það er rosalega einkennilegt að í samfélagi sem okkar, sem er ört vaxandi, og við förum bara að verða helmingur allra Vesturlands búa, að það skuli vera svona takmörku þjónusta. Fólk lendir í því trekk í trekk að koma inn á skrifstofu og þeim er bara sagt að tala við manninn í Borgarnesi og þeir segja nefnin hann að nafni. Hringdu í Stykkishólmið, hringið í hann. Þetta er mjög einkennilegt. Auðvitað er hægt að leysa ýmis mál með símtali, en við ættum að geta þrýsta aðeins meira á að sé. Og ef það á að vera viðvera hér á þriðjudögum og hún kannski er ekki á þriðjudegi vegna veðurs eða eitthvað, þá er hún á miðvikudegi. Þú veist, þetta frestast ekki hálfa mánuð. Við þurfum að standa vaktina gagnvart okkar íbúum og að þjónustan sé betri en hún er, og einnig að eins og formaður Bæjárráðs nefndi hér áðan, að við þurfum að fara að herja á ráðherra sértæk verkefni. Að lokum þá kannski langar mig að nefna velferðarstefnuna, og ég vil nota tækifæri hér einnig að þakka því góða fólki sem starfaði í þessum hóp, og ég var svo heppin að fá að vera formaður þessara nefndar, og það komu fólk svo sem vísvegar að Vesturlandi þessari vinnu, en ótrúlega margir samt af Akranesi. En það er nú bara kannski svolítið þannig að þekkingin er líka rosalega mikil hér. Það má segja til dæmis að varðandi forvarnastarf, þar er starfsmaður héðan, endurhæfingunni, það er starfsmaður sem kemur þaðan. Við erum með sviðsstjóra velferðarmála hér sem satt einnig í þessum hópi og situr í þjónustustöð Vesturlands. Og þá ég sem var skipuð yfir þennan hóp, en það var nú kannski af þeim sökum að ég var formaður SSVAF á þessum tíma og ætla bara að segja að ég á þessa hugmynd. Og ég er bara stolt af því að við fáum að rýna í þessu gögn og vera ófeimin. Þetta er ekki heilagt og tilbúið plagg. Þetta er eingöngu það sem að starfshópurinn kom sér saman að setja í stefnuna. Þetta er mjög aðgengilegt, þetta er hnitmiðað, þetta eru einföld markmið, aðgerðir, tímasett og ábyrgðaraðilar. Þannig ég hlakka bara til að setja hennar fund með ykkur og vona að hann verði okkur mjög gagnlegur. Takk. Já, ég þakka bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur fyrir og býð orðið laust að nýju. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs, og því er fundargerðin frá 9. janúar 2019 hér með lögð fram til kynningar. Þá er það komið að þriðja liður á dagskrá. Það er liður 19.01.008, fundargerð 2019 skipulags- og umhverfisráðs, og þar er 100. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 14. janúar 2019 lögð fram, og býð ég orðið laust þennan lið. Og það er formaður ráðsins Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúa, sem að gjöra svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég ætla nú ekkert að fara í gegnum þetta lið fyrir lið. Mér langaði bara til að benda hérna á þetta hérna.
langaði bara til að benda á lið númer 8 aðalskipulag Skógargörði, bara skora á bæjarfulltrúa og sérstaklega þá sem á Hlíða kannski heima að kynna sér þetta og nýta þá réttin til þess að gera athugasemdir en þær eru einhverjar. Já, nú eiginlega ekki meira. Ég þakka bæjarfulltrúa Ragnari B. Sæmundsssyni fyrir og orðið er laust að nýju. Það er Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi sem biður að gera svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og það er sem okkur Hlíða. Ég ætla að nota tækifæri hér og fagna lið 1 sem er umhverfisstefna Akraneskaustaðar. Fagna því að það sé að fara að ræða þetta í ráðinu og mér skilst að þið hafa fengið gagnlegar upplýsingar og frá honum Stefáni Gíslasyni umhverfisstjórnunarfræðing. En mér kannski langar að forvitnast þegar við samþykktum þetta hér á fundi þegar að sjálfstæðismenn báru upp þessa tillögu að setja upp umhverfisstefnuna, þá voru tímamörk og í þessum fundi er ekki kveðið á neitt tíma, þannig að mér langar að forvitnast hvort að það sé verið að stefna þá á vormánuði eða hvort þetta ætti að taka einhvern lengri tíma að koma stefnunni til samþykktar hér í bæjarstjórn. Ég þakka bæjarfulltrúa Rakeli Óskarsdóttur fyrir og það er Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi sem hefur beðið orðið að nýju. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn með mjög góða spurningu. Ég hefði kannski hægt að koma inn á þann. Það er ennþá stemt á vormánuði, jafnvel fyrr. Og líka kannski gaman að upplýsa að þegar þessi tillaga kemur fram þá er talað ákveðið fjármagn og við erum alveg á pari þar. Við erum núna, umhverfisstjóri Sindri Birgisson að vinna þetta með Stefáni, svona frekari útfærslu og þetta verður bara tekið upp á næsta fundi hvernig við útfærum þetta og hvernig við vinnum þetta. En þetta er allavega mjög áhugavert og lofagóð. Ég þakka bæjarfulltrúa Ragnari B. Sæmundssyni fyrir. Orðið er laust að nýju. Enginn kveður sér hljóðs og því er fundargerð númer 100 frá skipulags- og umhverfisráði frá 14. janúar 2019 lögð fram til kynningar. 4. liður á dagskrá, málsnúmer 1901-007, fundargerðir 2019 skóla- og frístundaráð og þar er það fundargerð númer 95 frá skóla- og frístundaráði, dagsett 15. janúar 2019 lögð fram. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Mér langar aðeins til þess að koma hérna inn á lið 1 og svo lið 2 í þessari fundargerð. En ég ætla svona að byrja á svona smá söguskýringu. Ég sit núna mitt 3. kjörtímabil í bæjarstjórn Akraness. Nú fyrsta kjörtímabilið þá satt ég í minnihluta þar sem við vorum 2 í minnihlutanum og 7 í meirihlutanum. Meirihlutinn þá, hann sótti eftir því að eiga samstarf við okkur í minnihlutanum þannig að sem flest mál yrðu leyst í sátt svona eftir því sem að kostur var.
Ég átti mjög gott samstarf við þann meirihluta þetta tímabil. Við vorum að vísa ekki alltaf sammála og það var oft tekist á en yfirleitt voru mál rædd og við lentum held ég í flestum tilfellum málum þannig að allir voru þokkalega sáttir. En eðlilega náttúrulega það alltaf þannig að það er alltaf einhver mál sem að þá meirihlutinn leiðir og tekur þá sínar ákvarðanir í andstöðu við hinna. Það er bara það sem er yfirleitt þannig. Síðasta kjörtímabili þá var ég í meirihluta og þar vorum við 6 bæjarfulltrúar á móti 3 bæjarfulltrúum sem sátu í minnihlutanum. Markmið okkar í þeim meirihluta var í raun að halda áfram þeirri línu sem að mér fannst hafa verið lögð í kjörtímabilinu þar á undan, að við myndum leitast eftir því eins og hægt væri að leysa málin áfram í sameiningu. Og ég held ég geti alveg sagt að hér að okkur hafi tekist það bara nokkuð vel. Enda heyrði maður það þegar maður fór á svona samkundur sem að voru sveitarstjórnarmenn annars staðar á landinu, að það var greinilegt að það var farið að veita því athygli að hér var mjög gott samstarf á milli meiri og minnihluta. Ég get ekki sagt hvernig þetta var fyrir mína tíð en svona það sem maður heyrði að þá hafði þetta verið á svolítið öðrum nótum. Og ég ætla líka aðeins að koma hérna inn á starfshópa og störf þeirra. Þessi ár sem ég hef verið í bæjarstjórninni hef ég tekið þátt í því að setja á stað starfshópa og ég hef sjálfur setið í nokkrum. Störf starfshópa hafa tekið mið af þeim erindisbréfum sem þeim hafa verið sett. Starfshópar hafa safnað þeim gögnum og upplýsingum sem kveðið er á erindisbréfum og starfshópar hafa farið í ferðir og kynnt sér stöðu mála annars staðar í sambærilegum málum. En að endingu að þá skila starfshópar skýrslu sem er undirrituð af þeim sem eru í starfshópnum. Skýrslurnar hafa þá verið kynntar fyrir viðkomandi ráðum, allt eftir því í rauninni hvaða ráð það var sem að skipaði hópinn. Þar á eftir hefur oft tíðkast að starfshópur hefur kynnt sína vinnu og svo hefur þetta farið inn í umræðu innan bæjarstjóra hóps og hérna oft þetta sent þeim sem að máli varða þannig að þeir hafi tök á því að senda inn athugasemdir ef einhverjar eru þegar ef þessir hagsmunahópar hafa einhverjar athugasemdir. Það hefur tíðkast að starfshópar hafa kynnt sína vinnu áður en að þeir skili endanlegri skýrslu og þá hafa þeir tekið tillit til þess sem fram hefur kannski komið á þeim kynningum inn í sína loka skýrslu. Eftir aðstæðum þá
hafa verið setta fram nokkri valmöguleikar eða tillögur í skýrslum starfshópanna þau málefni sem að hópnum snýr, og svo hefur það verið hlutverk ráða og þá bæjarstjórnar að taka ákvörðun hvort að þá kannski tillögur starfshópsins hafa náð fram að ganga að hluta eða öllu leyti. Það hefur líka gerst að það hefur í rauninni ekkert orðið úr þeirri vinnu sem að farið var á stað með. Man eftir að það hafa breyst aðstæður, þannig að forsendurnar höfðu breyst, þannig að þá þurfti að taka það fyrir í rauninni aftur og var þá gert bara í viðkomandi ráði. En nú langar mig aðeins að koma hér inn á starfshópinn framtíðarþörf á leikskólaplássum. Ég ætla aðeins að benda á það sem ég finnst betur mætti fara í þeirri vinnu sem þar í gangi. Ég er ekki að reyna að gera í rauninni lítið úr starfshópnum eða neinum, eingöngu langar mig að koma með vinsamlegar ábendingar þannig að við stöndum rétt að málum. 4. september samþykkir skóla- og frístundaráð erindisbréf fyrir starfshóp framtíðarþörf á leikskólaplássi á Akranesi. Bæjarráð samþykkir erindisbréf 13. september en það eitt sem svona ég fann í rauninni erindisbréfin bókuð bæði í ráðinu og bæjarráði, en það í rauninni aldrei bókað í hvorki bæjarráði eða skóla- og frístundaráði hverjir sitja í hópnum. Það kannski ekki, formsins vegna hefði það átt að vera, en ég fann ekki að það hefði verið gert. Nú, í erindisbréfi fyrir hópinn stendur með leyfi forseta: verkefni starfshópsins: skilgreina alla þá þætti sem hafa áhrif á þarfir leikskólans og tekið sér mið af þeim lögum og reglugerðum og öðrum forsendum sem leikskólastarf byggi á. Meta stöðu leikskólana byggð á ofangreindum skilgreiningum. Leggja mat á þörf á leikskólaplásum út frá þarfagreiningu og spá íbúaþróun. Koma með tillögur sem leiða til þess að mæta þörf á leikskólaplássi á komandi árum ásamt kostnaðarmati eins og kostur er. Ef maður skoðar fundargerðir hópsins þá fer mikill tími í að ræða byggingu nýs leikskóla eða viðbyggingu við einhvern af núverandi leikskólum. Starfshópurinn kemur með ályktun eða tillögu á fyrsta fundi sínum til skóla- og frístundaráðs og svo aftur bókuð tillaga frá starfshópnum á 3. fundi hópsins sem haldinn var 2. nóvember. Seinni tillagan kynnt á fundi skóla- og frístundaráðs 15. janúar. Þá þegar hafði við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 verið ákveðið önnur framkvæmd, enda var að ræða ákvörðun fyrir árið 2019 sem í raun var ekki hlutverk starfshópsins sem átti að skoða framtíðarþörf í leikskólamálum. Á þess að vera til mikilla leiðinda þá langar mig að fara fram á það að starfshópurinn einbeiti sér að því hlutverki sem fram kemur í erindisbréfinu
geri þær greiningar og rannsóknir sem til þarf, komi svo með skýrslu undirritaða hópnum þar sem komi fram þeirra skoðun á því hvað þurfa að gera í framtíðinni í leikskólamálum. Skýrslan fari svo í þann farveg sem eðlilegur það er að vera kynntur og fái svo nauðsynlega umræðu. Skóla- og frístundaráð sjáu svo þau mál sem að þeim snýr samkvæmt bæjarmálasamþykkt. Að þessu sögðu þá langar mig að gera athugasemd við þá bókun sem meirihlutinn setti fram undir lið 2. Þar kemur fram í fyrsta lagi fullyrðing að leikskólar séu hluti af lögbundinni grunnþjónustu sveitarfélaganna, en mér vitanlega þá ekkert í lögum sem segir að sveitarfélag eigi að reka leikskóla. Í öðru lagi þá langar mig að benda á að síðasta kjörtímabili var samþykkt ákveðið fyrirkomulag sem fól í sér að eftir því sem væri laus pláss á leikskólum, þegar búið var að taka tillit til þeirra plássa sem nauðsynlegt var að hafa til að taka á móti börnum sem flytja í bæinn, þá yrði tekinn ákveðinn fjöldi barna á öðru ári ef það rúmaðist innan fjárhagsáætlunar. Það er það þjónustustig sem var sett. Það er fjöldi barna og var það þá sett undir ákvörðun skóla- og frístundaráðs að taka ákvörðun hverju sinni hvað marga mánuði við getum farið inn í árið. Það að hægt var að fara fram í maí árið 2017 var ekki neitt loforð að það þá líka farið inn í maí 2018. Við gerð fjárhagsáætlunar sem við samþykktum í desember lá það fyrir hvaða fjárhæðir við höfðum úr að spila fyrir þennan málaflokk. Hver framtíðin það hlutverk starfshópsins að koma með tillögur leiðir til að takast á við það sem við stöndum frammi fyrir næstu árin. Formlega höfum við ekki tekið ákvörðun að opna svokallaða ungbarnadeild, enda held ég ekki að núverandi húsnæði og þá fjárhagur bæjarins bjóði upp á það eins og staðan í dag. En vonandi kemur starfshópurinn með greiningu á því hvað það muni hafa í för með sér og hvað það muni kosta og þá hvaða húsnæði þurfum við í því ef við tökum þá ákvörðun. Að lokum þá langar mig í framhaldi af því sem ég sagði hér fyrr góða samvinnu, meiri og minnihluta, að koma með svona föðurlega ábendingu. Ef fyrirsjáanlegt að mál í ágreiningi í ráði eða bæjarstjórn og enginn að fara að deyja, að fresta afgreiðslu málsins og taka umræðuna, sjá hvort ekki hægt að finna ásættanlega lausn, hlustum hvort á annað og þau rök sem lögð eru fram af báðum aðilum. Nú ef ekki næst niðurstaða þá það alltaf meirihlutinn sem ræður og hann getur þá komið málinu áfram á næsta fundi. Ég vona að ég hafi ekki móðgað einn eða neinn við því sem ég hef sagt hér. Ég hef eingöngu áhuga á því að við gerum hlutin á réttan hátt. Ef við gerum mistök þá skulum við læra af þeim. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni fyrir, orðið er laust. Já, og það er bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel.
ágætu bæjarfulltrúar, forseti og aðrir sem á Hlíða. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni fyrir að koma hér upp og reifa málið og eftir allt sem að í rauninni hefur gengið á undanfarið þá var ákveðið að koma með það inn í bæjarráð næstkomandi fimmtudag að setja og leggja fram drög að verklagsreglum fyrir starfshópa til að samræma þau vinnubrögð og til dæmis bara fundagerðir, starfshætti og svo framvegis. Þetta verður lagt fyrir bæjarráð næstkomandi fimmtudag. Það eru drög að þessu til umræðu og til að bara svona við getum skýrt hlutina örlítið betur. Þessi tillaga skóla- og frístundaráðs kemur inn í bæjarráð á fimmtudaginn þar sem oddvitar allra flokka hér í bæjarstjórn sitja, þar sem að við munum ræða málið. Mér líst vel á að taka umræðuna lengra, jafnvel kalla eftir gögnum og vil gjarnan að við reynum að sjá hvort við náum einhverjum samtali lengra það með frekari gögnum það hvort við náum að verða sammála í þessu máli og ég hlakka til þeirra vinnu og allavega held ég að það séu allir tilbúin til að leggja sig fram við það sem að framundan og vinna að því að vinna saman. En ég vil bara þakka fyrir þessi orð og ég tel mjög mikilvægt að við eigum umræðu þetta inn í bæjarráði sem oddvitar allra flokka hér í bæjarstjórn Akraness, bæði hvað varðar málið og jafnframt þær verklagsreglur og þau drög sem lögð verða fyrir bæjarráð. Og mér langar jafnframt líka að við afsökunar á því að ég sé kannski ekki búin að segja þetta áður en ég er nýbúin að fá upplýsingar það að þetta takist að klára þetta fyrir bæjarráðsfundi næstkomandi fimmtudag. Ég þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir orðið er laust og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur Hlíða. Ég ætla að þakka Einari Brandtssyni fyrir góða söguskýringu hér í upphafi þessa liðs og góða brýningu fyrir okkur öll og einnig þakka ég formanni bæjarráðs fyrir sitt innlegg hér og einlægni í því sem hún sagði að við þurfum að taka máli lengra og ég ætla svo sem ekkert að reifa þetta mál neitt stórkostlega hér núna. Ég var með langa skrifaða ræðu sem að ég ætla þá bara að eiga en þar sem að máli er komið ákveðin farveg og hlustað var á okkur. Þó að það hafi verið eftir að ákvörðun var tekin í skóla- og frístundaráði, þá er ekki þar með sagt að það sé einhver ákvörðun sem er endanleg. Oft á síðasta kjörtímabili fengum við sem sátum í ráðum tilbaka hugmyndir eða beiðnir sem að fóru í bæjarráðið og formaður bæjarráðs þáverandi Ólafur Adolfsson, hann sendi þetta oft tilbaka og sagði okkur að hugsa máli betur eða hvaðan við ætlum að taka peningana og ef við ætlum að gera þetta svona þá erum við bara að skera annar staðar niður. Þannig að það þarf enginn að vera sári við því að þurfa að endurskoða sínar hugmyndir eða ákvarðanir. Það er bara eðlilegasti hlutur en mér langar samt sem áður að
brýna okkur í því það sem eru svolítið svona vinnubrögð. Mér langar bara að minnast á það að við sátum hér öll sveitt við gerð fjárhagsáætlunar og stóðum hér uppi hvert á fætur öðru og þökkuðum fyrir óeigingjarna vinnu, bæði hjá okkur sjálfum og fjármálastjóra, starfsmönnum sviðsins, stjórnsýslu og fjármálasviðs. Og við eigum að sýna þessari vinnu mikla virðingu og það kannski svolítið ástæða fyrir því að við séum og fengum þær fréttir í síðustu viku að við búum í vel-reknu sveitarfélagi og við viljum vera það áfram og það gerum við saman, öll sem eitt og í samvinnu. Ég hef margoft komið hér upp og kallað eftir samtali oddvita hinna flokkana og fer kannski að vera eins og bilu plata í því en ég þreytist þá ekkert af því að kalla eftir samtalinu. Það allt í góðu. En ég tek undir orð Elsu Láru Arnardóttur formaður Bæjarráðs að það þarf að skýra verklag og við þurfum að taka máli lengra og skoða þetta í samhengi málanna og þá aðalega fjárhagsmála bæjarins. Takk. Ég þakka bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur fyrir. Orðið er laust að nýju. Það enginn sem kveður sér ljós og því fundagerð frá 95. fundi skóla- og frístundaráðs frá 15. janúar síðastliðnum lögð fram til kynningar. Þá komið að lið númer 5 á dagskránni, 19.01.006. Það eru fundagerðir í velferðar- og mannréttindaráði. 94. fundagerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 19. desember 2018. 95. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 9. janúar 2019 og 97. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 16. janúar síðastliðnum. Laða fram til kynningar og orðið er laust þessar 3 fundargerðir. Og það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ok. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Það í 97. fundi. Það eru ansi mörg trúnaðarmál sem eru rædd á þessum fundum sem svo sem eðlilegt, það sem verið að ræða velferðar- og mannréttindar mál sem eru oft persónuleg. En mér langar að liður 3, reglur fjárhagsaðstoð og Akraneskaupstaðar. Þarna verið að leggja til ákveðna hækkun og það var töluverð hækkun á síðasta ári að mig minnir. Hvort að hún hafi farið í 7,4% hæpp og ástæðan fyrir því var að við vorum komin ansi langt aftur úr í samanburði annarra sveitarfélaga sem heldur ekki gott þó að við viljum ekki hafa þetta sem eitthvað of hátt af því að við viljum auðvitað að allir geti bjargað sér sjálfur sem geta. En auðvitað er þetta nauðsynlegt að endurskoða þetta en mér langar samt sem aðra að forvitnast þetta. Það lagt til hér að grunnupphæð fjárhagsaðstoðar hækki á núna árið 2019 2,9%. Og þá langar mig bara að spyrja hvort að þessi hækkun rúmist innan fjárhagsaðstoðar sem talað í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 eða hvort að einhverja aukningu á þessu málaflokki kemur inn til ráðsins. Þannig að langar svona bara að forvitnast það. Mér skilst að við síðustu hækkun og síðustu ári þá hefði þetta átt að rúmast innan áætlunar en það gerði það ekki, væntanlega vegna einhverjar breytu sem að kannski varðar fjölgun eða eitthvað slíkt. Að þá vill maður kannski hafa varið fyrir neðan sig og hvort við séum að fara í einhverju framúrkeyrslu á þessum lið.
Ég þakka bæjarfulltrúa Rakeli Óskarsdóttur fyrir og við orðið laust og það bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir. Já, gjör svo. Bæjarfulltrúar, forseti og aðrir sem á Hlíða. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Rakeli Óskarsdóttur fyrir það að koma hér og spyrja þetta. Nú þetta hefur verið sett í skoðun hérna innan fjárhagsdeildar bæjarins og það áætlað að þetta komi inn, hvort þetta rúmist innan fjárhagsheimilda, að það komi inn í bæjarráð á fimmtudaginn og verði þar eitt af þeim málum sem við munum taka fyrir á bæjarráðsfundi næstkomandi fimmtudag. Þannig að þá höfum við frekari upplýsingar þennan þátt. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir og það bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst þá langar mig að koma aðeins inn á þennan lið númer 3 fjárhagsaðstoðina. Ég búinn að sitja í velferðar- og mannréttindaráði og fjölskyldu ráð héta held ég á undan þegar ég kom hér inn fyrst og hef tekið þátt í þessari umræðu fjárhagsaðstoð og hef alltaf talað fyrir því að við hefðum værum ekki að hafa fjárhagsaðstoð það háa að hún færi að nálgast til dæmis atvinnuleysisbætur eins og var á tímabili mjög mikil þrýstingur og held að Reykjavíkurborg hafi farið þá leið að ákveðnum tímapunkti að fjárhagsaðstoðin þar hún var á pari við atvinnuleysisbætur eða lágmarksatvinnuleysisbætur. Þetta er í rauninni þannig liður að það er erfitt að áætla 100% hver staðan verður í árslok. Við höfum frekar verið undir og það var í rauninni ástæðan fyrir því að við hækkuðum fyrir ári síðan þessi 7,37% að þá höfum við dregist aðeins aftur úr okkar samanburða sveitarfélögum og einnig hafði þá árinu undan verið töluverður afgangur af þeim lið og á þeim nótum var þessi ákvörðun tekin 7,37% hækkun fyrir árið 2018. Það var hálf bagalegt að þegar við ræddum þetta núna í velferðar- og mannréttindaráði að það var ekki hægt að staðfesta við okkur að liðurinn sem slíkur hafi hækkað 2,9% milli ára. En það var þó niðurstaðan hjá okkur að leggja þessa tölu til 2,9% þá við bæjarráð og með því skilyrði að það ljóst þá þegar það kæmi inn í bæjarráð á hvaða forsendum hvaða forsendur lægi á bakvið þeirri hækkun sem var þá milli ára hjá okkur í fjárhagsáætluninni. Þannig að bæjarráð gæti þá tekið ákvörðun í samræmi við það annaðhvort þá lækkað prósentuhækkunina eða haldið í stað. Ég talaði einnig fyrir því á þessum fundi að við settum okkur ákveðnar reglur, svona fastar reglur í þessu, hvernig þetta færi fram, þessi hækkun, og það meiningin að við tökum reglur fjárhagsaðstoð Akraneskaupstað til skoðunar í ráðinu
og setjum þá inn einhverja verklagsreglur það hvernig við hækkum framfærsluna. Það var umræðum það að þetta ætti bara að taka sömu hækkun og aðra gjaldskrár en þetta náttúrulega ekki gjaldskrá, þetta fjárhagsaðstoð fyrir framfærslu þeirra sem hafa ekki annað til umráða, þannig að það þarf að taka sér ákvörðun þetta hvort við hækkum eða hækkum ekki og þá hvað mikið. En það var nú eiginlega ekki það sem ég ætlaði að nota tækifæri til að koma ákveðnu máli sem hefur verið mitt hjartans mál og ég ætla bara að brýna okkur og mér vitanlega ætti það mál að vera á forræði bæjarráðs núna en það samningur okkar við Þroskahjálp. Þannig að ég ætla að brýna okkur til þess að við ýtum við því og komum því ferli áfram þannig að við förum að sjá fyrir endan á því að það verði hafist hér handa við byggingu íbúðarhúsnæðis fyrir okkar skjólstæðinga því að þannig háttar að það eru þarna liðir sem heita trúnaðarmál og ekki maður fer ekki í þá umræðu hér en hluta af því sem við erum að glíma við húsnæðisvandi og við verðum að halda vel á og koma á stað þessum byggingum því að það eru ákveðin mál sem að geta segjum að sprungið framan í okkur sem verða þess valdandi að við þurfum að redda með litlum fyrirvara húsnæði fyrir einstaklinga og við verðum að hafa sér húsnæði, okkur vantar fleiri íbúðarúrræði fyrir þessa skjólstæðingu okkar og við verðum að fara að sjá eitthvað gerast í verklegum framkvæmdum í þessu máli. Takk fyrir. Já, þakka bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni fyrir. Orðið laust. Forseti vil óska eftir því við annan varaforseta að taka aðeins við fundarstjórn. Svo ég fá að tjá mig aðeins. Má ég lappa beint? Já, þá gefum við Gerði Jóhannsdóttur orðið. Takk. Gjörðu svo vel. Já, ágætu bæjarfulltrúar og sitjandi bæjarstjóri og þeir sem heima sitjið og hlustið. Á fundum mínum í gær með Svölu Hreinsdóttur, sviðsstjóra á velferðarsviði, ræddu við akkurat þetta málefni Þroskahjálpar og hún hefur verið að ýta við þetta liggur náttúrulega við bíðum eftir svörum frá Íbúðalánasjóði og við erum að vonast til að þau komi núna fyrir mánaðarlok. Þannig að ég vildi bara upplýsa það. Takk fyrir. Og við þökkum Gerði Jóhannsdóttur bæjarfulltrúa kærlega fyrir orðið og hún tekur nú í stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Og orðið laust að nýju. Enginn kveður sér hljóðs og ég þarf að líta forsetið þarf að líta hærra upp til að sjá svona vel yfir völlin og býð því bæjarfulltrúa Ólaf Adolfsson til pontu. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að nýta með tækifærið og vísa aðeins á ská í þetta málum sem við höfum verið að ræða. Til að segja ykkur frá því að það er komin út skýrsla hópsins sem átti að fjalla tillögur í húsnæðismálum og ég skora á okkur að kíkja á kaflanum samgöngu því að það er einmitt vikið að málum sem við höfum oft nefnt að það er ekki nóg að horfa eingöngu á kostnaði við húsnæði,
það er líka að huga að því að það getur fylgt samgöngukostnaður. Og til dæmis fyrir okkur sem búum hér í jaðarbyggðum höfuðborgarsvæðisins og sækjum stóran hluta þjónustunni þangað, þá hefur því löngu verið haldið fram að við, og væri mér svo ódýru húsnæði að hlýta verið fyrir okkur að lifa. En það er auðvitað þannig líka að það þarf að taka samgöngukostnaðinn með inn og tillögur starfshópsins lúta meðal annars að samgöngum og taka tillit til þess. Þannig verið horft á þetta sem einn þátt og mér sýnist það ríma ágætlega við tillögur Elsu Láru Arnardóttur, núverandi formanns bæjarráðs sem satt á þingi í sínu fyrra lífi og lagði þar meðal annars fram þingsályktunartillögu það mál. Ég þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og því eru fundargerðir nr. 94, 95 og 96 í velferðar- og mannréttindaráði frá 19. desember 2018, 9. og 16. janúar 2019 lagðar fram til kynningar. Þá er komið að 7. lið á dagskrá, 19.01.022, það eru fundargerðir 2019 Faxaflóahafnir. Það eru 2 fundargerðir, það er fundur 175, fundargerð hans í stjórn Faxaflóahafna frá 14. desember 2018 og fundargerð nr. 176 í stjórn Faxaflóahafna frá 11. janúar 2019. Orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem kveður sér hljóðs. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Það er fundur númer 176, liður 4 sem að svona vakti aðeins áhuga minn á að fá að vita aðeins meira. Þarna er einhver dómsmál sem að hefur verið að kynna niðurstöður fyrir stjórnarmönnum, en það er rauninni lítið sem sagt hvað þetta er. Er þetta einhver fjárútlát sem að Faxaflóahafnir er að verða fyrir, eða ef okkar góði stjórnarmaður gæti reifa þetta aðeins fyrir okkur, þá það má líka koma þetta næst ef hann hefur ekki svör á reiðum höndum. Það er mér að meina lausu, en það verður gaman að fylgjast með ef þetta er eitthvað sem hefur áhrif á fjármálin. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Einari Brandsyni fyrir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér og spurði út í lið nr. 4. Málið snýst dómsmál sem reis vegna verkloka. Faxaflóahafnir slitu samning við fyrirtæki og það var ágreiningur raun og veru hvað verkið stóð. Dómur er fallinn og hérna þar er Faxaflóahafnir dæmdur til að greiða verktakanum 70 milljónir. Það var niðurstaða Faxaflóahafna að una því, áfrýja ekki, heldur una niðurstöðunni. Ég þakka bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundssoni fyrir. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og því fundargerðir nr. 175 og 176 í stjórn Faxaflóahafna frá 14. desember 2018 og 11. janúar 2019 lagðar fram til kynningar. Fleira er ekki á dagskrá og fundið er slitið.